Komið þið sæl. Í þessu myndbandi ætla ég að taka fyrir 3 fyrirbæri. Það er miðpunkt, hallatölu, hvernig við reiknum hana og loks fara yfir skilgreiningu á föllum eða falli. Við byrjum á að líta á dæmi sem er sambarilegt við 1901 í heftinu ykkar. Og spurt er, hvaða punktur er mitt á milli A og B hér á myndinni? Nú, í einhverju tilvikum fáið þið dæmi sem eru svona þægileg og nokkuð auðvelt að sjá eða giska á hvaða punktur ætti að vera þetta mitt á milli. Og líklega væri auðvelt að segja að það er punktur sem er cirka hér. Minn hitið 4,6, 4 til hliðar 6 upp. En dæmin eru því miður ekki alltaf svona einföld og augljós og þægileg. Þannig ég ætla að sýna ykkur leið sem við getum farið til að reikna þetta út. Og ef við skoðum punktana A og B, þá er punkturinn A með x-nitið 2, punkturinn B er með x-nitið 6 og við ætlum að finna punkt sem er mitt á milli og hann hlýtur að hafa x-nit þá sem er mitt á milli 2 og 6. Nú auðvitað sjáum við að talan þar er 4, en ef ekki þá getum við fundið að með að finna meðaltali fyrir 2 og 6. Það er að segja ég legg saman og deili með fjöldatalna sem eru 2 hér. Og þetta eru 8 deilt með 2 eða 4. Þannig að núna veit ég að punktur sem er mitt á milli A og B hefur x-nitið 4. Og svo ætla ég að gera það sama fyrir y-hitin. Og punktur A hefur y-hitið 2. Punktur B hefur y-hitið 10. Og þá finn ég bara meðaltalið af því. Það er að segja 10 pluss 2 sem er 12. Það deilt með 2 og ég fæ svarið 6. Og þetta passar við það sem ég giskaði á áðan þegar ég skoðaði bara myndina. Það er að segja punktur sem er þarna mitt á milli og hann hefur þá hnitið 4,6. Og ef við erum ekki með mynd til að styðjast við, eða eins og ég sagði áðan, ef að dæmin er ekki alveg svona þægileg, þá styðjumst við þessa reglu hér til þess að finna miðpunkt og þá tökum við meðaltal af x-gildunum á hinum 2 punktunum og meðaltal af y-punktunum eða y-hnitunum. Að það gefur okkur punkt sem er mitt á milli. Við kíkjum aðeins á hallatölu. Við erum búin að fjalla um hvernig við lesum hallatölu úr grafi eða jafnvel teiknum upp graf með því að nota hallatölu. En hér ætla ég að sýna ykkur hvernig við reiknum út hallatölu sem liggur í gegnum punkta eins og hér 2,2 og 6,10. Nú við gætum reynt að teikna þetta upp og lesa út frá línunni af því að við erum búin að átta okkur á því hvernig það virkar. Við gætum merkt punktin 2,2 og 6,10 dreigir svo línu í gegn og þá myndi ég fá mynd sem lítur svona út og þetta er hægt að lesa af grafinu hver er hallatalan en ég ætla að reikna þetta núna og þegar ég geri það að þá styðst ég við þessa jöfnu hér og hún er ekki jafn flókin og hún kannski lítur út fyrir að vera í fyrstu en hér í teljara jöfnuna stendur y2 mínus y1 og þetta þýðir einfallega við ætlum að finna mismunin eða breytingu á y-hnitum punktana sem eru gefnir upp og y-hnit punktana eru aftari tölunar í þessu tilviki þá 2 og 10 og ástæðan fyrir að þetta er merkt hérna y2 og y1 er bara til að greina á milli að við erum með 2 punkta og í sjálfu sér skiptir ekki máli hvort að punktur 2 kemur fyrst inn í jöfnuna eða ekki. Ég get sýnt ykkur með útreikningum að það skiptir ekki máli en reynum bara að nota þessu jöfnu og reikna þetta út. Það er að segja ég ætla að byrja að finna mismun á y-gildunum sem eru þá hérna 10 og 2. Þetta setja ég í teljara og svo ætla ég að deila þá með mismun á x-hnitunum sem að myndi þá vera 6 og 2. Nú fyrir ofanstrik er ég þá komið með 8, 10 minus 2 er 8 og fyrir neðanstrik er 6 minus 2 það er 4. Ef ég klára að reikna þá fæ ég út að hallatalan er 2. Passar þetta með myndina? Jú, alveg sama hvaða punkt ég vel mér á línunni. Ef ég fer eina rúðu til hægri þá þarf ég að fara 2 rúður upp til að lenda aftur á línunni. Og þess vegna er hallatalan 2.
Ég sagði áðan að það skipti ekki máli hvort punktinum byrjum á að setja inn í jöfnuna, og ég ætla bara að sýna ykkur aðeins örsnögt ef ég hefði byrjað á fremri punktinum. Ef ég skoða aftur uppslónhitinn og geri núna 2 mínus 10 í staðinn fyrir 10 mínus 2, og fyrir neðanstrygg þá byrja ég á fremri punktinum sem þá 2 og finn mismunum, ger 2 mínus 6. Nú 2 mínus 10 eru mínus 8, 2 mínus 6 eru mínus 4 og 2 mínusar verða að plústölu, þannig að þið sjáu það í lokin enda ég með sama svar. Þannig að ekki vera að láta það flækja eitthvað fyrir ykkur á hvorum punktunum byrjið. Aðalatriðið er að finna mismun á y-gildunum, það kemur í teljara, deilt með mismun á x-gildunum í nefnara. Þannig að skoðum eitt dæmi örsnögt bara til að festa þetta í minninu. Hér erum við 2 punkta og enga mynd til að styðjast við. Spurt er hver er hallatala línunar og við setjum inn í formúluna. Byrjum þá að skoða y-gildin sem að myndi að vera 5 og 1, og fyrir neðanstrygg koma x-gildin 2 og 0. Ég finn mismunin á hvoru tveggja, deili og enda með svari 2, þannig að hallatalan í þessu tilviki er líka 2. Það er reyndar bara tilviljun, ekki halda að 2 sé alltaf rétt svari á hallatölu. Nú að lokum skulum við kíkja aðeins á skilgreiningu fyrir fall, og hún hljóðar svo: ef graf er þannig að fyrir hvert x-gildi fæst nákvæmlega 1 y-gildi, að þá er sagt að y sé fall af x. Og svo sjáum við 2 myndir og spurt er y fall af x á þessum myndum. Ef við reynum að átta okkur á því hvað þessi skilgreining þýðir, þá þýðir það að ef ég myndi velja mér einhverja tölu fyrir x á fyrir myndinni, segjum bara ég velja hérna 2, hvað ætti y að vera akkurat í þessum punkti? Jú, þá myndi ég fá að y væri, cirka 6,5, eitthvað slíkt. En ef ég myndi velja mér x er mínus 3, þá ætti y samkvæmt myndin að vera 4. Og svona get ég haldið áfram, og alveg sama hvaða x gildi ég vel mér, ég fæ alltaf bara eitthvað nákvæmlega 1 punkt á línunni. Þannig að þetta er uppfylla skilyrðið að fyrir hvert x-gildi fæst nákvæmlega 1 y-gildi, og þess vegna get ég sagt hér, já, y er fall af x. En skoðum myndina sem er hægra megin. Hvað gerist til dæmis ef við vel mér að x er jafnt og mínus 2? Við samkvæmt myndinni þá ætti y að vera, cirka mínus 4,1, eitthvað slíkt. Og ef ég myndi velja mér x er mínus 5, þá ætti y að vera cirka 5,2, eitthvað svoleiðis. Þannig að það er að gerast það sama hér og á myndinni vinstra megin, nema, segjum að ég velja mér að x er 2, hvað er y þá? Nú það gæti verið að y væri mínus 2,5, það gæti verið að y sé 1,2, eða það gæti verið að y er cirka 6. Þannig hér er ég komið með 3 punkta sem passa við gildi þegar x er jafnt og 2. Og það má ekki. Þegar stendur það verður að vera nákvæmlega 1 y-gildi sem passar við hvert x. Þannig að myndin sem er hægra megin, þá þarf ég að svara spurningunni neitandi. Hér er y ekki fall af x. En með þessum orðum ætla ég að ljúka þessu myndbandi og þakka bara fyrir mig.